Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og eins og framkom hérna áðan þá var náttúrulega sumardagurinn fyrsti í gær, þannig að það er ekki úr vegi að velta því fyrir sér hvernig sumarið verður hérna hjá okkur í ferðaþjónustunni og hingað til mín eru komin frá Markaðsstofu Norðurlands Arnheiður Jóhannsdóttir og Viggó Jónsson. Verið hjartanlega velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Takk. Hvernig sjáið þið fyrir ykkur ferðasumarið 2021? Já, þegar stórt spurt. Við erum í rauninni að sjá fyrir okkur mjög gott sumar á innanlandsmarkaði. Það svolítið sýnin sem við höfum núna. Þetta getur þetta allt saman breyst en miðað við þær fréttir sem við fengið af afléttingum í júní á hindrunum á ferðalögum innanlands að þá ættu Íslendingar að geta svolítið frjálst höfuð strokið í sumar og verið duglegir að nýta sér þjónustuna út allt land og kíkja til okkar norður og í fyrra þá var mjög vinsælt að koma norður. Þetta var svona stærsta ferðasvæðið hjá innanlandsmarkaði. Já. Og í rauninni bara eigum vona að það verði enn stærra í sumar og hlökkum bara til að taka á móti gestunum. Einmitt. Fólk hefur kannski svona áttað sig á að því að nýttist til þess að ferðast innanlands síðasta sumar áttað sig á möguleikunum eða hvað? Ég þetta ekki þannig að sko, þú kannski fer nú að skoða þitt nærumhverfi þegar svona þú kemst ekki annað. Já. Og kannski höfum við vaknað upp við það að við eigum fullt af svona stöðum sem að við höfum ekki kannski gert okkur grein fyrir og förum að kíkja aðeins yfir lækinn og sjá hvað við höfum upp á að bjóða. Einmitt. Það hefur náttúrulega verið gríðarlega mikil uppbygging í ferðaþjónustunni og Íslendingar einmitt kannski ekki alveg alltaf gert sér grein fyrir því hversu umfangsmikil sú uppbygging hefur verið. Nei, þeir hafa verið svolítið kannski fastir í því að ferðast bara svona eins og í gamla daga og ekkert verið að kynna sér hvaða þjónusta í boði eða fari bara alltaf á sömu áfangastaðina og ekki verið að kynna sér hvað fleira að skoða. Nei. Og það breyttist í fyrra og ég held að Instagram hafi drukknað í myndum af alls konar áfangastöðum á Íslandi. Já. Og það bara að skila sér síðan núna og maður heyrði svolítið tóninn að fólk var að ferðast í fyrra og það svona bara, ég var að koma aftur af því að það var miklu meira sem ég þarf að klára að gera þarna á þessu svæði. Já, einmitt. Og nú það kannski þannig að þegar fólk kemur svo í annað skipti, það ekki, þegar hlutinir hafa gerst tvisvar þá eru þeir orðnir hefð, þannig að þá verður fólk að gera þetta bara árlega. Jafnvel þó að verði í boðið að ferðast erlendis sumar eftir það, eða? Jú, og líka, ég held að þetta sé nú bara líka þannig að maður þekkir þetta bara á eigin skinni, maður horfir kannski ekki á sitt nær umhverfi og stendur sjálfan sig að því að hafa ekki farið upp á þetta fjall eða hitt fjallið og ég tala nú ekki um það sem búið að gera. Það búið að gera alveg gríðarlega flotta hluti víða land bara í því að taka á móti fólki og búa til alls slags aðþreying og ég held að kannski það sé svolítið það sem að bara landin að uppgöta og maður heyriði það í fyrra bara á Íslendingum. Þetta snerist algjörlega við, til dæmis bara hjá mér, hjá Drangaferðum að þetta voru svona 99% Íslendingar á móti 99% útlendingar í hittifyrra. Þannig að þetta snýst algjörlega við. Já. Og maður sér bara til þess bara með bara eins og maður tekur bara sem dæmi skólana. Þú veist, skólar voru að fara í ferðalög til útlanda í loka ferðalögin og þau fóru það ekki í fyrra og þá þurftu þau náttúrulega að leita að stöðum til að fara á í fyrra og þau fóru náttúrulega ferðuðust innanlands. Og hver þá hefðin orðin, eins og þú segir? Kannski nú orðin þannig að krakkarnir fara að leita og vilja kannski líka bara ferðast meira innanlands og skoða sitt eigið land. Já, það ekki bara. Ég meina þegar fólk áttar sig á því að við erum fyllilega samkeppnishæf hér og það bara ekkert síður, eins og segir, afþreying í boði, þá það bara alls ekkert verri kostur. Já, vonandi erum við bara að byggja upp markað til lengri tíma. Af því að þetta eru náttúrulega fjölskyldur á ferð og þannig eru börnin að ferðast og prófa og skoða. Þannig vonandi verður þetta fullari fólk sem að ferðast innanlands, miklu meira heldur en kannski foreldrarnir höfðu gert. Þannig að við erum bjartsýn á það og maður hefur séð það í vetur að þegar hefur verið heimilt að ferðast að þá hefur verið mikil traffík á ákveðnum svæðum. Þannig að fólk að ferðast meira heldur en bara akkurat í júlí á háannatíma. En það að breytast ferðahegðunin og
það verður bara gaman að fylgjast með því hvort þetta heldur sér þessi þróun. Já, ég vona það. Hvort hún sé komin til að vera. Já. Já, við hljótum að binda vonir við það hér að það skilir sér til lengri tíma lítið. En svona heilt yfir þá eru þið bara nokkuð brött og bjartsýn með þetta. Já, ég held að við eigum kannski miklu fleiri tækifæri heldur en að við svona gerum okkur grein fyrir og ég allavega held að það er búið að gera það mikið hér allt land og hér fyrir norðan er búið að byggja mikið upp þannig að ég held að við eigum alveg þessi gósenn tíð framöndan. Já. Svona fyrir fólk sem situr heim í stofu og er að velta fyrir sér hvað það eigi að gera í sumar, sko, hvað einhver svona upplýsingamiðstöð á netinu þar sem að það getur fundið svo helst upplýsingar Norðurland? Já, við erum með norðurland.is síðuna sem við erum með að fara að opna nýjan vef 1. maí þar sem að verða þá uppfærar upplýsingar og það er mikil áhersla lögð á svona nýja staði til þess að fá fólk til þess að skoða svona út fyrir boxið og síðan erum við með upplifði.is þar sem vídeóvefur þar sem við erum búin að vera að þróa í allan vetur og þar getur hannað þetta eigið ferðalag og þú bara skoðar þá á hvaða landshluta viltu fara eða viltu fara marga landshluta, hvað hefur marga daga og svo skoðar við vídeó af stöðunum eða þjónustunni sem í boði og getur síðan raðað því upp og skipulagt þitt ferðalag og deilt þessu auðvitað vídeónum með vinnum og vandamönnum þannig að það í sjálfsögðu auðvelt að finna góðar upplýsingar og svo erum við auðvitað með ferðamannaleiðir, 2 stórar, Norðurstrandarleið og Demantshringinn sem eru báðar með sínar eigin vefsíður þar sem að það eru ákveðnir lykilstaðir sem er búið að kortleggja sem er frábært að skoða og fylgja svona ákveðnu þema þar í gegn. Þannig að þetta er bara svolítið spurning hvað þú vilt upplifa og þar getur þú þá fundið bæði staði og síðan þjónustaðarlega líka. Já, magna. Þannig að það er auðugan garð að gresja. Þið sjálf, eruð þið búin að skipuleggja ferðalög innanlands í sumar? Nei, ég er nú ekki búin að því, frekar en fyrir daginn. Já, nú þannig að þegar maður er í þessari ferðaþjónustu þá er nú ekki mikill svona afgangstími til ferðalaga. Nei, það verður nú bara að viðurkennast það. Tekur maður frí þegar aðrir eru ekki í frí? Já, það hefur nú verið þannig og ég á ekki von á að þetta sumar verði öðruvísi í því. En þú þarf náttúrulega bara að vera tilbúin til þess að taka móti þessu fólki sem að vill koma og hitta þig, öðruvísi gerist þetta ekki. Nei, og það er alveg sama hvort það er klukkan 8 á morgnan eða 10 á kvöldin eða hvernig sem það er. Já, það er bara að vera klár í slaginn. Já, þannig að við ferðumst bara í seinnipartinn. En svo auðvitað er þetta þannig þetta er náttúrulega líka finnst mér að vera þannig að þessi ferðamennska hún er að lengjast svona eftir og ég held að þegar þessu fári lýkur og vonandi fyrr en seinna þá held ég nú svona að þetta verði jafnara á Íslendingum á ferðalögum innanlands. Ég hef þá trú. Ég held við hljótum að binda vonir við það. Þetta er allavega, við getum sammælst að það er bjart framundan og við höfum tilefni til þess að vera bjartsýn. Er það ekki? Jú, ég held það. Þetta er búið að vera þetta hrikalega erfitt ár og fyrirtækin eru í rauninni í svona bara lágmarksstarfsemi flest þeirra og bíða svolítið og margir sem hafa mist vinnuna og þetta bara alvarlegar afleiðingar og það verður einhver tími að komast í gang aftur en það er mjög bjart framundan og öll skilaboð sem við fáum frá erlendum mörkuðum segja okkur það að við komumst hratt af stað, við erum eftirsóttir áfangastaður áfram og við þurfum litla að breyta. Við í rauninni getum sett í gang aftur á tiltölulega þægilegan hátt og þannig að við erum bjartsýn. Magnað, við skulum láta það verða að loka orðin. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma báðum. Föstudagsþátturinn verður ekki mikið lengri að þessu sinni en það er tónlistarkonan Vala og Einar Höllu sem spila með henni sem ætla að slá botninn í þennan þátt með Í sól og sumarill. Takk fyrir að horfa, við verðum á sama tíma hérna í næstu viku. Verið sæl.